Og þessi fyrirlestur heitir Samskiptaöryggi. Ég þýddi þetta, eða við þýddum þetta frá Relation Security sem að Bretarnir gerðu og að kenna sínu starfsfólki á öryggisgæðsviðinu. Og endilega bara komið með spurningar, bara as I go. Og þú líka. En hvað samskiptaöryggi? Það grunnur allri þjónustu og meðferð. Þeir tala að þetta sé þekking og skilningur á sjúklingum og umhverfi. Örugg samskipti eru fagleg og markviss, skýr mörk og umhyggja án meðvirkni. Og við ætlum að byrja að tala teymið. Það það sem að við vinnum í teymi og við verðum að vinna í teymi innan svona stofnunum. Það skiptir engu máli hver titillinn okkar eða hvert hlutverkið okkar að þetta virkar ekki nema við séum tilbúin að vinna í teymi. Og skilgreiningin á teymi að þetta eru skipulagðir hópar sem heimbátti sér afmörkuð viðfangsefni. Í okkar tilfelli afmarkað viðfangsefnið sjúklingurinn. Hver einstakur sjúklingur í rauninni eitt verkefni út af fyrir sig. Eða eitt viðfangsefni. Nútíma stofnanir má skilja sér net samtengdra teyma fremur en kerfi byggt upp á einstaklingum. Og geðsviðið hægt og rólega farið þess átt. Við náttúrulega erum ennþá í ákveðnu hvernig segir maður það? Já. Og en allavega eins og hjá okkur, eins og öryggisdeildinni og áréttageðdeildinni, þá þetta alltaf að færast meira niður í svona flata teymisvinnu í rauninni, sem ákvarðanir eru teknar af hópi frekar en einstaklingum. Teymi samanstendur af öllu starfsfólki sem í reglum samskipti við sjúklinga, burtséð frá menntun eða stöðu og það bera allir ábyrgð. Og ég hugsa teymi ekki bara ráðgjafana og verkefnastjóra og félagsráðgjafa og iðjuþjálfa og lækna og hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga heldur líka bara alla þá sem koma að einhverju leyti að samskipti við sjúklinga eins og Ómi sem að skúra. Ég hugsa hann sem manneskju í teyminu út frá þessari samskiptaöryggispælingu. Að því að hann ber náttúrulega ábyrgð líka þegar kemur að því að eiga í samskiptum og við berum bara öll sameiginlega ábyrgð. Þetta kvót eftir gæja sem heitir Sander. Hópar verða oft til þegar reynt að ná markmiðum sem einstaklingar geta ekki náð á einspýtu. Sum verkefni eru of erfið eða tímafrek fyrir einn mann og stundum eru verkefni einfaldlega of flókin eða margbrotin til að einn einstaklingur geti búið yfir allir þeirri þekkingu sem þarf til að leysa þau. Þessi gæi, ég veit ekki hvort hann hefur einu sinni komið inn á spítala, sko. Hann er byggingaverkfræðingur. En það skiptir í rauninni engu máli hvað fólk að gera, að ef við getum ekki unnið í teymum, þá verða verkefnin rosalega erfið. Og það á rosalega við, og þetta á alveg eins við hjá okkur, alveg eins og ef þú ert að byggja háhýsi eða hvað sem þú ert að gera. Ok, og hérna byrjum við að tala mörkin. Förum aðeins betur í þau eftir, en verklagsöryggi basically þetta. Ef verklag ekki vel skilgreint eða áhrif á öryggi sem hefur áhrif á samskipti, starfsfólk og vistmenn verða að skilja verklagsreglurnar og virða mörkin og mörkin halda okkur öruggum. Og það alveg mjög góður punktur að fólk sem á erfitt með að setja mörk er fólk sem á endanum á eftir að líða með illa í vinnunni og gera líka öðrum rosalega erfitt fyrir. En það rosalega erfitt fyrir okkur sem að förum, erum búin að vinna kannski lengi og margir og kunna að setja mörk og svo að vinna með einstaklingi sem bara einhvern veginn hleypur öll í gegn. Kannski, og svo farið inn á eftir að mörkin það oft talað að þessi skipti þrennt. Kannski fer inn á það núna. Já,
Þetta var einhver tilraun til að vera fyndin. Þetta eru náttúrulega mörk. Ekki mörki sem þú? Nei, þetta ekki mörki sem ég að tala Það sem að tala að mörki skiptist í veraldleg mörk sem eru þá umhverfið, eins og mynda Kleppi og það er nærumhverfið og það eru húsin. Það eru gömul mynd frá Englandi. Þeim var bara þjappa saman í eitt lítið rými í spennitreyju, þannig að það er mörk ofan á mörk og svo þú fer ekki einu sinni að vera einn. Hérna er öryggisgeðdeild í Bólivíu held ég að verið. Hérna er réttargeðdeildin okkar. Þetta er öryggisfangelsi í Bandaríkjunum og þetta er svona sem ég sé fyrir mér sko ef að þetta er perfect geðdeild skilju. Þetta er bara, þú mætir inn á geðdeild og þú fær svona herbyggi og það er svona, ég myndi ykkur hvað, það myndi strax bara byrja að lagast bara þegar mæta, En einhvern tíma verður þetta raunveruleiki. Verkleg mörk, það er stefna deildarinnar, ófrávíkjanlegar reglur, sveigjanlegar reglur og verkferlar. Og ef þú fer aðeins yfir á næstu glæru. Já, samskiptaleg mörk. Sko, ég fer ófrávíkjanleg mörk og frávíkjanleg mörk, ég kem inn á það eins og eftir. En samskiptaleg mörk, það er eins og sagt til að koma í veg fyrir of náin tengsl er nauðsynlegt að starfsfólk sé meðvitað mögulegar afleiðingar hegðunar sinnar og reyna að sjá fyrir hvernig hegðun þeirra getur verið túlkuð öðrum, horfa inn á því. Og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að við getum gert þetta. Og í rauninni vitum við ekkert hvernig hegðun okkar hefur áhrif á skjólstæðingana. Það er bara, ef við mætum neikvæð í vinnuna, að þá vitum við ekki nema bara að, bara það að stígun á deildina sé að hafa slæm áhrif á andrúmsloftið. Og við hugsum ofta, þegar við tölum andrúmsloftinu og geðdeild, að það sé eitthvað svona slæmi mórall hjá starfsfólki. En við hugsum ekki oft það að slæmi mórall hjá starfsfólki, það setur jafnvel sjúklingana okkar 14 skref aftur á bak. Og við höfum ekki hugmynd það og pælum ekki í því að því við erum svo upptekin af því að hvað okkur líður illa á geðdeildinni. Sem er náttúrulega mjög... Okkur líður illa í vinnunni. Já, og þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga og Við erum að vinna líka inn á heimili. Þetta er þeirra heimili. Já, algjörlega, á meðan þau eru þarna þá er þetta þeirra heimili. Það er bara þannig. Og það má þetta búist alltaf við að reyna mörkin. Og fyrsta skrefið í átt að viðhalda skýrum mörkum er að greina hvaða veraldlegu, verklegu og samskiptalegu reglur þurfa að vera til staðar. Og náttúrulega samskiptalegu mörkin eru þetta líka þetta að það er kannski alltaf í lagi að segja ég oppa tölum einu sinni þetta, þú getur alveg sagt hvað þú varst að elda eða hvað mynd þú sást eða hvað fornafn mannsins þíns er eða eitthvað. En þú ert kannski ekki að fara að segja frá einhverju persónulegu. Þú ert ekki að fara að segja kennitöluna þína eða hvar þú ert heima. Það er svona, þá ertu komin yfir ákveðin mörk. Þetta til dæmis. Þú er að setja spíkar. Hvað? Hvað? Já, 3. Já. Ok, koma. Bye. Hver er Hlynur? Það er að manna. Þetta bókar með hluttarðan. Já. Já, hann er mjög. Sjöðu smá. Ok.
Já, og sko, ófrávíkjanlegar reglur þurfa að vera skýrar og nauðsynlegt að starfsfólk og sjúklingar séu meðvituð reglurnar öllum stundum. Og og þegar talað auðvitað þessi bæklingur settur upp sem svona guideline fyrir hérna fullkomnu geðdeild. Og þegar ófrávíkjanlegu reglurnar eru negldar í stein eða grafnar í stein eða hvað sem maður segir, að þá opnast mikill möguleiki fyrir sveigjanlegar reglur. Ferðu yfir á næstu? Já, þetta er endar álasenginin. En allavega að opnast mikill sveigjanleiki fyrir það að geta gert eitthvað með sjúklingnum eða svona, og ég held að fólk verði einhvern veginn að geta tamið sér það að gera greinamun á hvað er ófrávíkjanlegt og hvað er í rauninni guidelines. Af því að til dæmis að ef það er einhverja spurningum með reyk, þú veist, alltaf á hálftíma fresti og eitthvað svoleiðis eða klukktíma fresti eða eitthvað, að það er ekki og það getur eiginlega aldrei orðið ófrávíkjanleg regla. Bæði hlýtur að vera einstaklingsbundið og hlýtur að fara eftir aðstæðum, en það er líka að það að gera eitthvað svoleiðis að ófrávíkjanlegri reglu, að það gerir raunverulegar ófrávíkjanlegar reglur svolítið svona innihaldslitlar. Af því að þá getur alveg eins farið að hleypa fólki bara út þegar maður ekki fara út. Ég sé þetta fyrir mér á réttargeðdeildinni, bara hann er búinn að vera svo góður í dag, hleypum hann bara út. En álasenginni, þetta er það sem að gerist og örugglega allir sem hafa unnið á geðdeild hafa einhvern tímann upplifað. Allavega eitthvað af þessu, að hafa lítinn tíma, ná ekki að slaka á, ná ekki að klára eitthvað og hafa ekki stjórn, trufla stöðulega, léleg einbeiting, vera alltaf þreyttur og bara alls konar. Finna fyrir kvíða og hræðslu og ótta og eirðarleysi og pirringi og viðkvæmni og það er stutt í tárin og það er ýmislegt sem getur gerst. Og mér finnst það persónulega að sé skylda okkar að reyna svolítið að taka okkur til í andlitinu ef við ætlum að sérstaklega, þetta er náttúrulega ekki fyrir alla, það er bara þannig. En ef við ætlum að gera þetta að ferli eða ætlum að vinna eitthvað við þetta, þá þurfum við líka að temja okkur einhvers konar leiðir til að taka ekki þetta með okkur inn á vinnustæðin. Og skiptir. Þetta eru líkamlega einkenni. Þetta er bara endalaust. Og þetta er allt eitthvað sem að fólk hefur upplifað. Og sumir, og ég meina, ef það kom upp varnarteymisaðstæður, þá getur fólk upplifað bara meirihlutann af þessu bara á klukkutíma. Þannig að það er ýmislegt sem getur gerst. Blessaður. Og fyrir yfir. Samskiptafærni. Samskiptafærni er svo grundvallar eiginleiki sem gerir fólki kleift að starfa með öðrum. Þetta er auðvitað tækið okkar. Það er bara þannig. Og þetta er náttúrulega tæki allra sem vinna í heilbrigðisgeiranum, en þetta er sérstaklega tækið okkar. Og skilningur á eðli hópa og einstaklinga og færni í samskiptum kemur ekki að sjálfu sér, heldur með reynslu og samskiptafærnin með því að láta reyna á samskipti við aðra. Örugg samskipti eru meðvituð samskipti. Og meðvituð samskipti eru þetta virk hlustun. Það að vera present fyrir manneskjuna sem þú ert að tala við. En þetta er líka, ég myndi til dæmis vilja að núvitund yrði bara kennd sem bara grunnkúrs fyrir alla sem að vinna í heilbrigðisgeiranum. Ertu ekki sammála því, Jón? Nei, já. Rátt á þér.
Ég sammála því. Og já, þetta er þið gerðu þessa glæru og þá var ég búinn að vera að vinna með einstaklingi í smá tíma sem að virtist ekki gera það, sko, yfirganga að samskiptalega heldur bara að lífstíl. Og þannig að þess vegna hafði þetta að nenni. Mér finnst það ekki passa inn á geðdeild. En yfirgangur, þetta er svona eitthvað skilgreining og þú fær vilja þínu framgengt, aðrir óttast þig, kunni ekki við þig, losar að minni spennu og reiði, ósáttu við þig, fær sektarkennd, nærðu markmiðum þínum, skapa sundurlyndi og baktal, upplifir völd og áhrif, fólk snýr við þér baki og hlakkar mögulega yfir mistöku þínum. Þetta er ekki gott, held ég. Jú. Já, starfsmæður. Já. Einmitt. Og svo er þetta hinn, sko, þetta er kannski, þetta er hinn póllinn, þetta er undanlátssemi. Það kemst úr togstreitu, tekur ekki á málum, úr vinur allra og virkar þægilega, kemst í óþægindum. Aðri viti í hverjir hafa þig, virkar lýðræðislegur, nerturinn stefnulaus, kemst hjá því að taka ábyrgð og hefur litla sjálfsvirðingu. Og þetta er kannski, og þetta er náttúrulega tveir öfgar. Þetta er eins og, ég voru að tala áðan í varðandi dygðirnar, að við viljum auðvitað vera í meðalaginu. Við viljum vera, og það kannski kemur í næsta, og það sem kallað sanngjarn ákveðni. Þú þekkir eigin styrkleika og veikleika og ber ábyrgð á orðum þínum, gerðum, hugsunum og líðan. Sáttur við sjálfa þig og umhverfið, óhræddur við að hrósa og gefa af þér. Virðir viðmælendur, bregst uppbyggilega við mistökum, ert sveigjanlegur, umburðarlyndur og raunsær, færir með taka ákvarðanir, jákvæðar efasemdir megi að geti komið vissu millibíl og eru skoðaðar. Heyrðu þetta? Hvað var að gerast þarna? Alltaf hafi ekki verið bara Já. Hérna er það sem ég var að tala áðan og eins og þessi mynd sýnir, þetta er eins og við sjáum greinilega, þá er þetta svona einn fullkomna geðdeild. Já. Það er sveigjanleiki og svo er sjúklingurinn hann inni og hann er svona alveg innrammaður en hann getur hreyft sig og það er þetta. Svo er svona spurning hvort hann sé inn í boltanum eða hvort hann sé boltinn. Þetta er bara... En meðferð, geðdeild, og þetta kemur í rauninni sko, þetta er dálítið eins og Hjalti var að tala með, þetta er svona bata með hugsun sko. Meðferð á að gefa sjúklingi raunhæfa von bata. Meðferð virkar ef starfsfólk og sjúklingar eru meðvituð þær breytingar sem geta átt sér stað og hafa vilja til að ná fram bata. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt af því að það er mjög, sko, alveg sem ég byrjaði að vinna á geðdeild sem var 2000, að þá maður kynnst ótrúlegu fólki sem að við erum búin að vinna alveg heilengi sem að einhvern veginn bara leið og einhver sjúklingur kemur inn að þá bara, hann verður alltaf svona. Þetta er bara, hefur enga trú á neinu sem hefur verið að gera og það er auðvitað þannig að ef að sjúklingur kemur inn og finnur það að starfsfólki hefur enga trú á því að ná í bata þá er mjög ólíklegt að ná í bata. Ef sjúklingar sjá engan tilgang í því að vera á deild og fá lítinn stuðning frá starfsfólki eru litla líkur á bata. Okkar skylda er að hjálpa sjúklingum að finna leiðir til að ná bata á viðhaldunum. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að minna okkar reglulega á. Við erum hérna fyrir sjúklingana, við erum ekki hérna bara, já, að þú veist, maður vil alltaf óska þess að það sé þannig. Þetta er svona módel sem ég gerði og
Ég er með annað módel sem er búinn að skipta út bata fyrir árangur og þessi hugmyndin á bak við þetta er að góð samskipti búið til ánægju sem búið til framkvæmdagleði. Þegar þú framkvæmir þá líklega til að ná bata og þá berðu virðingu fyrir sjálfur þér og þá getur átt í góðum samskiptum. Og deildin, eða deildir og sko bæði deildir og svo geðsvið yfir heildina, þetta er samfélag. Og það er alls ekki ólíkt öðrum samfélagum. Þegar andrúmsloftið á deildinu er öruggt jákvætt fullt af samvinnuanda og sameiginleg gildi í háum höfð er meðferðin skilvirkari, sjúklingar ná fyrr bata og starfsfólk er ánægðara. Gestir, þetta er sko yfirleitt pælum við ekkert mikið í þessu en við vitum samt og við höfum unnið eins og við erum náttúrulega með einn gest sem kemur reglulega á öryggisdeildina og kom reglulega á réttargeðdeildina þegar hann var þar, sjúklingurinn okkar, sem að hefur slæm áhrif á batan. Og þó að gestir geta vissulega verið mikilvægir upplýsingagjafar og hjálpa til við bata, að þá eru líka aðri gestir sem að geta hreinlega komið í veg fyrir hann eða allavega dregið úr líkunum með bata. Og að mínu viti held ég að við þurfum að vera bara stundum bara hugrakk og segja, þú veist, þetta er að hafa slæm áhrif á hann og takmarka það bara. Að við erum náttúrulega ekki hjálparstofnun kirkjunnar. Það er bara þannig. Já. Og ytra umhverfið. Skilningur á samskipti sjúklinga við umhverfið mikilvæg þáttur þegar kemur á samskiptaöryggi. Og það eru margar leiðir til samskipta, til dæmis göngutúralóð, ferðir og leyfi. Símtöl. Æskilegt er að sjúklingar sé ekki á samskiptasviðum veraldarvefsins, þetta er náttúrulega augljóst. Samskipti við ytra umhverfið ekki einungis fríðindi, heldur mikilvæg þáttur í meðferð. Það er líka svolítið magnað eins og við höfum farið í göngutúra og svona. Allt í einu opnast bara, þú veist, fyrir alls konar svona spjall og sem er bara ekki til staðar inn á deildunum, sko. Það var að búið bara. Hvað segir þið, eitthvað spurningar? Nei. Það var nokkuð skýrt. Þannig að ef þið farið út og það lappa, Ja. eru sumir sem eru alveg bara að gera svona fyrstir að maður gleyma í hvernig allt er. Nei, Nei. það Ég er, hef aldrei lent í því, sko. En svona skeytingarlausir já, algjörlega. já, þetta er, Er ekki orðið miklu heimur svona að vinna deildar núna en það var jú, að já, ráði ganga og Það fer eftir á hvað deildar. já, en náttúrulega það er ekki, þú veist, þetta er ekki eins og í bíómyndunum sem að grænir veggir og svona einhverjar blóðtægjur og eitthvað svoleið, sko. Og setja bara að rugga sig. Já, setja bara að rugga sér og Nei, það er nú reynt að hafa þetta huggulegt, sko. Það er bara mismundi hvað fólk er gott í að búa til huggulegt umhverfi, sko. Finnst ykkur við hefur komið langt á leið með að lækna og geða í Ég held að við séum ennþá svolítið aftarlega á meirinni, sko. Hvað er það? Ég myndi einmitt Já. að við værum svona svolítið Það fyrir miðju allavega? Já. Já, eða þú veist, það fyrir eftir, ég held að við séum ekkert að standa okkur illa, en ég held að við séum alls ekkert að standa okkur, hann er náttúrulega ekki búið að setja mikla peninga í kerfið. Það er, þú veist, þetta hefur verið mest svelt. Mesta vandamálið er peningar, sko. Já, og það er mjög stutt síðan að sko, núna til dæmis, erum við með sko, bara þú veist, það að þetta geti, það sé ekki slórinn forsenda fyrir einhverju svona, það er að því að við erum komið með rosalega menntað starfsfólk. Og þetta er í fyrsta sinn, bara síðan, þú veist, fyrir 10 árum síðan, gat hver sem er labbað inn á göttunni og fengið vinnu. Eins og gæi sem labbaði inn og búinn að vera í 3 daga þegar hann fór að reykja kannabisefnin og klósetti. Þú veist, og svona, bara svona að því honum fannst það fyndið að vera freðin í kringum geðsjúklinga.
Þannig að það er svona, Maður getur ekki annað en flissa, sko. Nei, ég veit það. Stöðlaust, sko. en þú veist, það er svona, kannski, ég held að þessi aðeins meiri hugsun komin inn í þetta núna. Og En svo náttúrulega líka með batameið þjónustu. já, Að hún skiptir ofsalega miklu máli. Já. Þessi von. Og einmitt, þessi merking í lífi, sko. Því að, þú veist, það er ekkert mjög langt síðan að þetta var eiginlega bara dauðadómur, svona hálfgerður að vera greindur með alvarlegan geðsjúkdóm. Já. Sko. Það áttur bara ekkert, sko, uppreisnar von eftir það, sko. Já. Þú veist, og það er bara enginn, hélt að þú gætir orðið eðlilegur aftur, sko. Þú veist, og lifa eðlilegu lífi. mhm, Það var bara búið og Lífið var bara búið, sko. Já. En núna er þetta svona að þú veist, að lækning og bati er ekki það sama, af því að það er ekki ennþá komið á þann stað að þú getur sko verið læknaður af geðsjúkdóm, en þú getur lifað með honum og verið í stöðum bata, þú veist. já, og fer sjálfur sér eftir, Þessi hugsun er alltaf góð, finnst mér. algjörlega, Það algjörlega, er svo sykursýki og aðra sjúkdómar sem eru ólæknanlegir að við lifum með þeim, sko. og það er í rauninni verið að gera tilraun til þess að svona afleipila það að vera með geðsjúkdóm, en við erum samt ennþá að lifa í kerfi sem að virðist ekki geta gert neitt fyrir að það er komin eitthvað leipil á þig. Og í staðinn, það er svona, og þetta er kannski það sem að ég hef kannski að því ég er homopati og ég reynum að komast hjá því að leipila, af því að hver einstaklingur er bara einstaklingur með sín vandamál. En það er bara þannig, ef fólk er með til dæmis geðklofa greiningu, þá er bara einhvern veginn, þú veist, og það er, og ástæðan fyrir að segja við sem afturlega á meirinni er að það eru rosalega miklu fordómar innan geðsviðsins fyrir fólki með geðsjúkdóma. Það er rosalega lítil eftirfylgni. Það er nánast ekkert safe houses eins og þekkist úti, þar sem að fólk getur leitað til bara dagsdaglega. Fólk leggst bara inn á geðdeildir þegar það er allt komið í fokk. Þannig að, og það er rosalega mikil áhersla á efnafræðina ennþá. Þó að þetta sé alltaf breytast, þá eru til dæmis Danir og Norðmenn og Svíar og Englendingar að einhverju leyti og Írar og margir konur miklu lengra í sko pælingunni bara þú veist að þetta sé bara manneskja sem líður illa en ekki þetta þú veist en við erum svolítið ennþá í þessu svona stofnana dæmi sko en ég held að það breytist með bara þú veist með bara nýrri kynslóð af fólki sem að og ég held að menntun skipti það rosalega miklu máli sko. Og líka það að fólk fái tækifæri til þess að hafa eitthvað input. Sé ekki bara eins og maður upplifði þegar ég byrjaði 30C. Maður upplifði sér svolítið bara sem fallbyssufóður. Það var bara, það er brjálæðir, bara, svo hljóp maður bara fyrir byssukúli, skiljið. Og Það er líka búið að opna umræðina alltaf mikið geðsjúkdóma núna, sem ég held að sé mjög gott sko. Þú veist að það er verið að actually tala þetta sko. Já, já. Þetta er ekki bara svona leyndamáli sem enginn má tala sko. Fjölskyldurnar bara að bera þetta með sér og bara og börnin náttúrulega læra af því sko. Það verður líka aðeins að fræða börnin sínum þetta. Já. Og breytir þið líka því að fordómarnir eru ekkert minni hjá þeim geðsjúkra. Já, einmitt, nákvæmlega. Já. Það er mikil skömm en þó. Já. Þeir eru ofsalega oft fyrir fordóma gagnvart hvorum öðrum. Já. Þú veist, ég er óbúslega eðlilegur en þeir eru allir. Já. Hann er geðkloð, ég er bara með manic depressive. Þannig að, já. Ég átti dálítið skemmtileg spjall við eitt sjúkling í gær þetta. Og þar sem hann var að sko segja hvað að veri mikill munur bara frá því 10 árum síðan hvaða mætti orðið tala mikið meira þetta. Núna heldur en það. Greinilega upplifði þetta og mjög jákvæðan. Frábært. Já. Þetta er auðvitað, það er að verða eitthvað svona vitundarvakning sko, klálega. Já. Þetta tekur bara allt tíma. Það gerir það. En já, ég bara þakka fyrir.